sest, sól rís, sól sest, svifrar gríða á. Sífellt þau sumarjafnt sem Ráðherra, fundarstjóri, kæru gestir. Fyrstu tónar þessa fyrirlestur koma úr fiðlarunum á þakinu, sól rís, sól sest. Þessi söngur vekur upp áleitna spurningu sem við þurfum öll að svara. Það hvort við séum að stefna inn í sólarlagið, þar sem að myrkrið að taka völd, doðinn og aðgerðaleysið að færast yfir og við svífum á vit meðtöndaleysis. Eða hvort við séum að taka þátt í sólarupprissu, nýjum degi og nýjum tímum með nýjar væntingar og áherslur. Full orku og vilja til að takast á við krefjandi verkefni. Við erum að muna að við höfum alltaf val. Viljum við sjá glasið hálftómt eða hálffullt? Við hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands ákváðum að láta til okkar taka nú á erfiðum tímum atvinnulífsins og eitt af því sem við gerðum eftir að kreppan skall á var að opna frumkvöðlasetur þar sem einstaklingum og fyrirtækjum með nýsköpunarhugmyndir var boðið upp á aðstoð og aðstaða við að vinna að sínu viðskiptatækifærum. Þetta starf okkar hefur tekist með afbrigðum vel og fyrst og fremst það að þakka þeim frábæru frumkvöðlum sem við höfum haft inn á setrum hjá okkur sem og mjög dyggum stuðningsaðilum eins og Íslandsbanka, Katego, Iðnaðarráðuneytinu, Hafnarfjarðarbæ, Garðabæ og Álftanesi. Yfirskrift þessa erindis að byrja smátt en hugsa stórt á eiginlega við öll þau frumkvöðlafyrirtæki sem á setrunum hjá okkur. Þau koma inn með hugmyndir, nýta sér stuðning í ýmsu formi, viðhafa aðhald og ráðdeildarsemi en ætla sér öll stóra hluti til framtíðar. Og það hefur margoft sýnt sig að stuðningur hins opinbera við nýsköpun að skila sér tilbaka í margvíslegum ávinningi. Oft ég spurð að því hversu lengi fyrirtæki eru inn á setrum og hvenær þau eiga að fara út. Svarið við þessari spurningu afar einfalt. Þau eiga að fara út þegar þau eru tilbúin til þess. Óskastaðan að þau vaxi út frá okkur og dæmin tala best. Hér í salnum hann Hilmir Ingi sem framkvæmdastjóri Remake Electric en það fyrirtæki var einmitt að flytja út frá okkur bara í síðustu viku. Hilmir, gjör svo vel. Hvernig ég þakka fyrir mig á 2 mínútum. 2008 var ég fullri vinnu sem rafvirki með einkaleyfi í höndunum, vissi ekkert hvað þetta gera. 2009 sitt ég einn í Kvosinni, var meðal fyrstu manna þar inn og ég hefði ekki getað komist þangað inn nema fyrir styrk frá Imbru sem Nýsköpunarmiðstöðin. Ég þakka fyrir mig. 2009 fekk ég einnig styrk frá Tækniþróunarsjóði. Ég þakka fyrir mig. Og þetta hefur gert mig kleift að komast frá einni einfaldri hugmynd upp í heilt orkustjórnari kerfi sem að komast á heimsmarkað í gegnum risafyrirtæki heimsins. Og 2010 þá var ég með styrk í höndunum því ég hef ennþá ekki fengið krónu inn í tekjur. En 2010 þá stóð ég fram fyrir því að þurfa að ráða menn inn og þar kemur Nýsköpunarmiðstöðin aftur inn, hjálpa mér við fyrirbrigði sem heitir starfsorka sem ég elska starfsorku og þetta hefur gert fyrirtækinu mínu og mér kleift að láta draumi minn rætast og hann að rætast og ég þakka innilega fyrir mig. Annað dæmi Nox Medical sem stofnaði 2006 af 7 fyrrverandi starfsmönnum Flögu og þeir hófu starfsemi sína í frumkvöðlasetur okkar að Keldnaholti. Kjarnastarfsemin svefngreiningabúnaður sérstaklega ætlaður börnum. Nox Medical flutti starfsemi sína í Key Medical Park árið 2009 og skilaði hagnaði það ár með veltu upp á 170 milljónir íslenskra króna. Fyrirtæki hefur gert samstarfssamning við Landspítala Háskólasjúkrahús og stendur nú ásamt LSH í viðræðum við Háskóla Íslands frekara rannsóknarsamstarf á vettvangi svefngreininga. Í dag starfa 9 verkfræðingur og 1 viðskiptafræðingur hjá fyrirtækinu við að þróa næstu kynslóða svefnskráningatæki og hugbúnaði.
Nú á þriðja dæmið eru 4 ungir herramenn sem áttu það sameiginlegt að hafa áður unnið hjá taugagreiningu. Þeir komu smávegis við í bankakerfinu en stofnuðu síðan fyrirtækið Medical Algorithms. Þegar þeir leituðu til okkar á Nýsköpunarmiðstöð leist okkur svo vel á hugmyndina þeirra að við létum þá hafa einn af fundarsölunum upp á Keldnaholti fyrir starfsemina þar sem ekki var pláss þá stundina á frumkvöðlasetri hjá okkur. En fyrirtækið nú í Key Medical Park og vinnur á nokkrum verkefnum tengdum hugbúnaði fyrir lækningatæki og sónarskoðun á olíuborholum og starfsmönnum fyrirtækisins hefur nú fjölgað í 8 og í lok næsta árs gert fyrir að starfsmenn verði orðnir á bilinu 15 til 20. Hér sjáum við skiptingu frumkvöðlafyrirtækja inn á okkar setrum eftir atvinnugreinum. Við sjáum að flest fyrirtækin eru annars vegar í tækni og hugbúnaði og hins vegar í heilbrigðisgeiranum og í þriðja sæti koma síðan fyrirtæki tengd hönnun. Og ég held í rauninni að það sé engin tilviljun hversu margar góðar viðskiptahugmyndir tengdar heilsu sé í gangi, því að heilsan jú eitt af mikilvægasta sem við eigum og skiptir bara samfélagið heilt gríðarlega miklu máli einnig. Og ef við skoðum útgjöld til rannsóknar og þróunar þá sjáum við hérna á appelsínugulu súlunni sem stendur fyrir heilbrigðismál hvernig útgjöldin hafa vaxið og ég tel í rauninni að þessi þróun eigi bara eftir að halda áfram. En hvers vegna ætli svo sé? Ef við setjum hlutina í aðeins öðruvísi samhengi, það lífið í viðskiptasamhengi, þá áhugavert að velta fyrir sér hvers virði eitt líf er. Þetta auðvitað afar erfitt að fara með, en það hefur samt verið gert og í skýrslu sem sjá má á vef velferðarráðuneytisins, þá var árið 1995 tölfræðilegt líf, það eitt líf einstaklings, metið á 280 milljónir króna. Ef það núvert til verðlags ársins 2010 með þróun vísitölu neysluverðs, má áætla að virði tölfræðilegs lífs á árinu 210 sé 587 milljónir króna. Nú, núllpunkturinn 35 ár, það aldurinn þegar við erum búin að borga kostnaðinn við fæðingu og barnaeftirlit, leikskóla og menntun og eftir þann aldur þjóðfélagið að hagnast á okkur. Og hagnast því meira eftir því sem við erum í betra standi til að gefa af okkur til samfélagsins. Og til að þeir 7 milljarðar sem búa á hóteljörð geti lifað hér þokkalegu lífi, þurfa þessir 5 grunnþættir að vera til staðar. Það súrefni, vatn, fæða, orka og landrými. Og gerið ykkur grein fyrir því að við Íslendingar, við eigum nóg að þessu öllu. Við erum með lyklavöldin af ótrúlegum auðæfum og í rauninni ábyrgðar hluti hvernig við ætlum að nýta þau. Í stað þess að tala olíuríki nútíðarinnar verður ef til vill talað vatnsríki framtíðarinnar. Frumkvöðlafyrirtækin okkar eru alltaf að fást við að nýta afurðir á nýstárlegan hátt, bæta hag neytenda og hugsa hlutina út frá nýjum víddum. Nú munum við heyra í nokkrum fulltrúum þeirra og fyrst ætlar Guðrún M. Ásgrímsdóttir lyfjafræðingur að segja okkur frá lyfjaþróun og lýsi, en Guðrún starfar hjá Liquid Pharmaceuticals sem starfsett í Kvosinni í Lækjargötu. Gjörðu svo vel, Guðrún. Komið sæl, Guðrún heiti ég og ég starfa fyrir lyfjafyrirtækið Liquid Pharmaceuticals. En þetta fyrirtæki sprottu úr samstarfi Háskóla Íslands, Landspítalans og Lýsis HF. Í dag starfa við fyrirtækinu 3 starfsmenn í hlutastörfum, svo eru eigendur og sérfræðingar sem koma að rekstrinum. Það sem við viljum áorka að koma á markað fyrsta íslenska frumlyfinu og þetta lyf verður framleitt úr íslensku sjávarfangi. Og til að byrja með þá stefnum við að skráningu lyfsins hjá evrópskum lyfjayfirvöldum. Það koma nýju frumlyf á markað, það kallar á mjög fjölbreytt verkefni. Við þurfum til dæmis að sjá framleiðslu á virkefninu við GMP-vottaðar aðstæður. Við sjáum að þróa lyfjaformið og gera prófanir sem það að lúta. Framleiðslu á lyfinu sjálfu höfum við úthýst til vottaðs aðila hér á landi.
Klínísku prófanir sem við sjáum eru hafnar. Fasa 1 rannsóknum lokið. Það fasa 2 rannsókn í gangi og síðar á árinu ætlum við að fara með aðra fasa 2 rannsókn í gang. Klíníska prófanir það taka væntanlega 2 til 3 ári viðbót. Þetta langur fasi. Við sjáum fyrir okkur erlent samstarf, það kemur að síðari stigum rannsókna. Fasa 3 rannsóknir yrðu framkvæmdar hér á landi og erlendis. Og það sem við græðum á því að þá getum við skráð inn fleiri sjúklinga á skemmri tíma, auk þess sem gildi og vægi rannsóknanna eykst ef þeir fara fram í fleiri löndum og eru fleiri rannsóknarsetur. Það sem gerir vörun okkar spennandi að hér að ræða nýtt frumlyf framleitt úr íslenskum sjávarafurðum. Þetta lyf það mun koma inn á markað þar sem hefur verið litlar framfarir á síðustu árum og það vissulega pláss fyrir ný úrræði. Verkefnið styrkt af AFS, Tækniþróunarsjóði og Lýsi HF. Takk. Í Kvosinni einnig fyrirtæki Locatify. Leifur Björn Björnsson ætlar að segja okkur aðeins frá því. Gjörðu svo vel, Leifur. Já, við hjá Locatify erum að þróa kerfi fyrir útgáfu og dreifingu á leiðsögn og ratleikjum beint í snjallsíma og í handtölvur. Við erum að þróa leiðsögukerfi sem að virka þannig að notendur sækir leiðsögn með sögumanni, ljósmyndum, korti og leiðbeiningum beint onni í snjallsíma sinn. Til dæmis erum við með leiðsögnum Gullna hringinn og sögusvið Egils sögu í Borgarfirði. Upplifun annarkvort þannig að þú ferðast á staðnum sem sagt, eins og í Borgarfirði, nýtir GPS til að setja leiðsögumannin í gang sjálfkrafa á réttum stöðum, eða þá að njóta ferðarinnar heim í stofu þá sem gagnvirk bók með sögumanni, ljósmyndum og leiðangurskorti. Við þróum smáforrit þá beint í snjallsíma eins og Apple og Android símana og svo erum við núna að þróa kerfi sem við kallum skaparan sem að geri framleiðendum efnis kleift á mjög einfaldan hátt að gefa út bæði leiðsagnir og ratleiki beint í símana. Og við erum komið með ýmsa samstarfsaðila úti í Bretlandi og úti í Þýskalandi og Norðurlöndunum líka og Enterprise Europe Network neti hjá Nýsköpunarmiðstöðinni hefur nýst okkur mjög vel í að afla samstarfsaðila sem eru framleiðendur þá á efni og við erum að fara að gefa út leiðsagnir núna í helstu borgum í Evrópu, núna í nokkrum stórborgum í Evrópu, núna í vor og fleiri stöðum. Og svo fengum við styrk frá Norðurlandaráði, Nordic Game, til að bæta ofan á kerfi, svo kalluð ratleikakerfi og þá erum við að vinna með skólum og við byrjum með menntaskólanum í Borgarnesi að þróa ratleikakerfi sem kennarar geta notað fyrir nemendur í vettvangsferðir og þá hugmyndin að þætta inn í þetta jarðfræði og sögu og annað sem er tekið fyrir í vettvangsferðum og nemendur geta keppt sín á milli í skemmtilegum leikjum, þannig að það sé leikur að læra. Framtíðarsýnin okkar samvinna með skólum, ferðaþjónustum, félagasamtökum og almenning við útgáfu á leiðsögnum og ratleiki fyrir snjallsíma og lóðatölvur. Takk fyrir. Fyrirtækið Mindgames í Kvosinni, það fæst við hugþjálfun og innhverfa íhugun í gegnum tölvuleiki. Deepa, gjörðu svo vel. Good morning, everyone. Did you know that in 2007, almost half of Americans reported that they were more stressed than they were in 2002? Correspondingly, over the past few years, there have been more medical and scientific studies of the stress-regulating benefits of meditation. However, people aren't likely to try meditation until after they have a mental or physical problem. Why? Because learning to meditate is like learning to ride a bike. You simply have to figure it out for yourself. Furthermore, while you're figuring out what to do, there's absolutely no short-term reward to make persistence worthwhile. I mean, while you're learning, falling off a bike is really not very fun. So obviously, we need a therapy which people will use to prevent health problems caused by stress. Our solution is to make interactive, mind-controlled entertainment, which makes it fun to learn how to control your stress level. Yes, I did say mind-controlled entertainment. Customers can buy brainwave headsets, which are simplified versions of EEG technology, which are used in hospitals.
These headsets record the value of the electric field caused by your brain cell activity, from which it is possible to extract data about your levels of relaxation, concentration, and other states of mind. Now, we use that data to control games and other entertainment. In fact, thanks to Tækniþróunarsjóði and Átak til Atvinnusköpunar, we are the only company in the world which has released mind-controlled games on Apple's iPhone and iPad platform. There are 2 icons for the games are up at the top there. But this year, we are building a platform-independent entertainment engine which we can hook up to existing systems in order to create mind-controlled experiences which, more than ever, bring you into the moment, while also providing the benefit of stress management. This is the future of entertainment. If your company is interested in creating a mind-controlled experience for your customers, contact me at mindgames@mindgames.is. Thank you. Fyrirtækið Sæbýli á Keldnaholti. Ásgeir Eiríkur Guðnason, framkvæmdastjóri, ætlar að segja okkur aðeins frá því. Já, komið í sæl. Sæbýli byggir á 20 ára þekkingarsöfnun á sæernaeldi og fyrirtækið hefur verið að þróa sjálfbært eldiskerfi fyrir botnlæg sjávardýr eins og japansk sæbjúgu, sæeyru og ígulker. Eldiskerfið hefur fengið nafn Sustain Cycle. Sustain Cycle tæknin miðar að því að skapa bestu líffræðilegar aðstæður fyrir eldisdýrin á sama tíma og rekstrarkostnaði kerfisins haldið í lágmarki. Sjálfbærni kerfisins felst í því að nýta eldisvökvann svo vel að einungis verður þörf á að skipta út 20% af rúmmálinu á sólarhring. En í þessu felst gífurlegur orkusparnaður. Í júní á síðasta ári fluttum við inn japansk sæbjúgu til að gera tilraunir með í Sustain Cycle eldiskerfinu okkar og skemmst frá því að segja að þessar tilraunir hafa gengið vel og mikla vonir bundnar við að okkur takist að framleiða þessa tegund sæbjúgna í stýrðum aðstæðum fyrstir í heiminum. Markaður fyrir japansk sæbjúgu mjög góður og verðið mjög hátt. Eftirspurnin í Kína gífurleg og alltaf að aukast vegna vaxandi velmegunar á þeim slóðum. En á sama tíma hefur verið gegndarlaus ofveiði í heiminum sem leiðir til þess að minni afli best á land og eldi á sæbjúgum hefur líka gengið brösulega þar sem mest notast við gamla tækni úr tjarnareldi fyrir rækjur. Sæbýli þessa dagana að setja upp þróunarsetur fyrir starfsemi sína á Eyrarbakka þar sem framtíðar heimili þess verður. Og að lokum vil ég þakka Nýsköpunarmiðstöð, Átaki til atvinnusköpunar og ekki síst Tækniþróunarsjóði fyrir ómetanlegan stuðning við verkefnið. Takk fyrir. Og síðust en ekki síst hún Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, metsöluhöfundur og eigandi Gyðju Collection, gjörðu svo vel Sigrún, en fyrirtækið hennar staðsett í Kvosinni. Kæru fundargestir, ég heiti Sigrún Lilja Guðjónsdóttir og ég sem sagt hönnuður og framkvæmdastjóri og eigandi fylgihlutalínunnar Gyðja Collection. Gyðja sem sagt fylgihlutalína sem samanstendur af skóm, töskum og beltum og við vinnum úr gæðarhráefnum, meðal annars núna við farin að nota mikið íslenska roðið. Nýjasta afurðin okkar hins vegar ylvatn sem heitir EFJ, Eyjafjallajökull by Gyðja og það var sem sagt kynnt til leiks á Íslandi fyrir áramót og ylvatni hefur vakið gífurlega athygli bara á meðal fjölmiðla og dreifingaraðila erlendis og við höfum vart undan að svara í raun og veru bara svara þeim oft mörgum á dag og ylvatni að sjálfsögðu unnið úr Eyjafjallajökli. Ég tók mín fyrstu skref á brautagengi hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og útskriftadagurinn minn, hann markaði raun og veru svolítið tímamót því að þá opnaði ég vefverslunina gyðja.is og það var einu sama dag og ég útskrifast frá brautagengi. Ég ákvað strax í byrjun að hafa yfirbygginguna eins litla og hægt væri og pröfa vöruna mína á markanum með vefverslun. Ég tók því ekkert utan að koma til fjármagn og inn heldur bara leiði ég bara þess að byggjast hægt og rólega upp og tók ekkert út.
Ég horfði strax á erlenda markaði með gyðju og fór í verkefni sem heitir UH hjá útflutningsráði og þar var sem sagt tekin stefna á Bandaríkjamarkað og gerð var útflutningsáætlun. Við fengum líka til liðs við okkur fyrirtæki sem heitir Innovit og það hefur verið okkur innanhandar og veitt okkur mjög góða ráðgjöf. Mikið afl hefur verið lagt í markaðssetningu því að hún er mjög mikilvæg þegar koma á lífstílsmerki á erlenda markaði og hún hefur gengið vel og ýmsar Hollywoodstjörnur hafa pantað sér vörur úr línu okkar og sumar verið jafnvel myndar í vörum frá okkur. Núna verið að opna söluskrifstofu gyðju í Bandaríkjunum sem sjáum sölu og markaðssetningu þar. Við erum líka komið með dreifingaraðila á nokkrum stöðum út í heimi. Það vill nú þannig til að við erum búin að vera á frumkvöðlasetri frá því að það eiginlega opnaði í lok árs 2008 og við stöndum á tímamótum því að við erum að flytja á morgun. En ég vill að sjálfsögðu nota tækifæri og þakka kærlega fyrir ómetanlegan stuðning sem ég fengi frá Nýsköpunarmiðstöð og Impru því að ég hugsa að án þeirra þá væri ég ekki komin næstu því svona langt. Því að átak til atvinnusköpunar og í raun og veru starfsorka og frumkvöðlasetrinu fékk maður til að stíga skrefið og í raun og veru og bara þora að fara og bara vinna við það sem maður vildi gera. Þannig að ég vil bara enda þetta að segja að við brosum framan í heiminn og horfum björtum augum til framtíðarinnar. Takk. Takk kærlega fyrir þessar kynningar. Við skulum einmitt láta vera að horfa í baksýnisspegilinn og syrgja sýndar verðmæti því við höfum tækifæri til að skrifa söguna héðan í frá og horfa fram á við til nýrrar dögunar. Þar sem við notum dagsljósið og fáumst við alvöru verðmæti. Eitt víst að allt breytingum háð og því ætla ég að enda á að gera orð Bob Dylans að mínum. And the first one now will later be last, for the times they are a-changin'.